Segja, ég ætla að vera með 450 svona skattfrjálsa greiðslu til eldri borgara og öryrkja. ...687. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa hljómahöll 3. desember 2024 kl. 17:00 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Guðbergur Reynisson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, sem jafnframt bæjarstjóri, Harpa Sævarsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Hjörtur Magni Guðbjartsson, Margrét A. Sanders, Sverrir Bergmann Magnússon, Róbert Jóhann Guðmundsson, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem stendur hér í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá fundarins eru 7 mál. Þau eru fundargerð bæjarráðs frá 21. og 28. nóvember, fundargerð stjórnar Eignarsjóðs frá 21. nóvember, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 22. nóvember, fundargerð sjálfbærniráðs frá 29. nóvember. Síðan munum við taka fyrir í 5. máli mannréttindastefnu Reykjanesbæjar fyrri umræðu. 7. mál gjaldskrá Reykjanesbæjar árið 2025 og lokum 7. mál sem fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025 til 2028 síðari umræða. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir 1. mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 21. til 28. nóvember síðastliðinn. Orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar, mig langar hér sem formanni bæjarráðs að renna aðeins yfir fundargerðirnar 2 sem við tókum þarna fyrir. Nú, stjórnarfundur Tjarnargötu 12 var til umræðu á báðum fundum en þarna vorum við að ákveða fyrirhugaða framkvæmdir í húsinu sem komið á tíma á viðhald, þannig að þessar framkvæmdir fara í gang núna á næsta ári. Nú, við ræddum undir lið 4 heimsótti sorporkustöðvar í Finnlandi en Reykjanesbær sendi 3 fulltrúa auk fleiri fulltrúa sem fóru til Finnlands að skoða sorporkustöðvar þar í landi en þetta svona byrjunin á verkefninu að skoða hvort þetta komi hingað til okkar og þá í hvaða formi og hvar. En við héldum þarna kynningu við Anna Karen Sigurjónsdóttir sjálfbærni fulltrúi og Ríkharður Ibsen fulltrúi minnihluta og ég fór þar sem fulltrúi meirihluta. Og munum við halda nánari kynningu, þarna héldum við bara fyrir bæjarráð en við munum mæta fyrir bæjarstjórn núna á næsta fundi 17. desember næstkomandi til að fara nánar yfir þessa ferð. Nú, á síðari fundinum, virðulegi forseti, þar fórum við meðal annars yfir fundargerð verkefnastjórnar nýs hjúkrunarheimilis sem að rís óðfluga upp ef að bæjarbúar hafa keyrt þar framhjá en það stendur til að opna í lok næsta árs og gríðarlega spennandi verkefni þar á ferð. Nú, við lögðum fram undir lið 4 fjárhagsáætlun 2025 til 2028 gjaldskrá Reykjanesbæjar sem var samþykkt 5.0 en hún hækkar 4% milli ára. Að öðru leyti, herra forseti, þá kannski rétt að nefna lið 9 Akademíureitur stýrihópur en til að halda áfram þessu verkefni að þá sendum við 5 fulltrúa
sem ætla að mynda stýrihóp þetta gríðarstóra verkefni og koma því á laggirnar. En eins og þið hafið eflaust lesið í fréttum þá stendur til að reisa nýja miðbæjarkjarna og nýtt íþróttasvæði á Reitnum og skrifið undir samning við ríkið þar minnir mig í síðustu viku ef ég man rétt. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og verður áhugavert að fylgja því úr hlaði. Kærar þakkir. Orðið er laust fundargerð í Bæjarás frá 21. til 28. nóvember síðastliðnum. Það engin kveðið sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Og þar eru samþykktar 11:0. Þá tökum við fyrir annað mál á fundinum sem eru fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 21. nóvember 2024. Orðið er laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Kærar þakkir virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að renna yfir helstu atriði úr fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Við höfum farið yfir í stjórninni verkefnin, viðhaldsverkefnin og nýju verkefni sem eru framundan en við munum eins og hér hefur komið fram aðeins halda okkur kostnaðarhöndum á næsta ári vegna ytri aðstæðna en munum enga síður halda áfram með þau verkefni sem eru aðkallandi. Það er einkar gleðilegt að segja frá því að skólavegur 1 hefur verið opnaður sem útibú frá leikskólanum Tjarnasel og þarna eru komin börn en skólinn var áður barnaskóli þannig að það er virkilega gleðilegt að sjá hann detta aftur í sitt upprunalega hlutverk. Þarna eru 25 börn ef ég man rétt ásamt kennurum frá Tjarnaseli og bjóðum við þeim hjartanlega velkomin í þetta sögufræga hús. Leikskólinn Aspalaut framkvæmdi þar ganga vel og búist við að þau flytji inn eða fyrir áramót. Þannig að það er margt í gangi með leikskólamál hér hjá okkur í Reykjanesbæ. Kannski eitt áhugavert hérna í lokin er málefni 13 háleitiskóla, stækkun skólans. Þarna er skólastjóri skólans kominn með viðhaldsáætlun helstu verkefni sem er mjög gleðilegt að fá og fögnum við því að fá góðar áætlanir frá skólastjórnendum og báðum að meta þau í ákveðinni röð sem að lægi helst á þannig að við gætum forgangsraðað. Við erum með fullt af verkefnum sem að krefst okkar athygli en við eigum alls 7 grunnskóla, 13 leikskóla, 16 íþróttamannvirki, 13 menningarhúsnæði og 6 skrifstofur og önnur hús. Þannig að við eigum gríðarlega mikið af húsum, þannig að það er mjög gott að fá forgangsraða lista hvað liggur helst á. Þannig að þetta var bara góður fundur og höldum við áfram okkar sérfræðingum að fara yfir okkar hús til að gera þau öll heilsusamleg og með góða vistverur fyrir okkur til að vera í, ásamt því að halda áfram uppbyggingu á okkar nauðsynlegu húsum. Takk. Orðið er laust fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Bæjarfulltrúi Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég er hérna með fyrirspurn og það er undir 3. máli, hljómahöll breytingar á innra skipulagi. Við vorum reyndar búin að ræða það að ég held að meirihlutinn er búin, eða ekki held það, meirihlutinn hefur ákveðið sig að tónlistarhöllin okkar verður ekki tónlistarhöll, heldur allt annað og það er allt í lagi. Það er bara mismunandi stefna meirihluta og minnihluta. Það sem að kemur á óvart er að það er umræða núna út af geymslu og það kemur einmitt fram í fundargerðinu og er ekkert leyndarmál að það er tillaga geymsluhúsnæði og það er þá hugmynd að spara miðað við fyrirliggjandi kostnaðaráætlanir og
eins og ég skildi það að þetta geymsluhúsnæði átti ekki að verða. Það sem að ég undraðist var ekki hvort að geymsluhúsnæði þetta verið eða ekki. Það bara eitthvað sem er bara eðlilegt að tala um eða eitthvað. En að setja nefndastað, fara yfir, allir saman, hvernig á þetta að vera, hvar á þetta að vera, hvernig ætlum við að hafa þetta. Og það eru nokkri mánuðir í það og það tala mikið um það hér í ræðustól og í samtali hvað þetta er frábærlega vel unnið. Svo núna það ekki einu sinni á fjárhagsáætlun neina breytingar hérna í Hljómahöll vegna þess að þetta átti bara að klárast fyrir áramót og við erum hér inni og ég hef ekki séð neitt sem að gerast nema, og það er ástæða fyrir að við gefum upp. Þegar ég keyrði hingað þá sé ég ekki betur en að geymsluhúsnæði sé hérna fyrir utan. Og þess vegna spyr ég, hvað er hérna fyrir utan? Hvað er með þetta geymsluhúsnæði? Er geymsluhúsnæði, ekki geymsluhúsnæði? Er það pínu geymsluhúsnæði eða stór geymsluhúsnæði? Ég meina, hvað er með geymsluhúsnæði? Hvað er þetta hérna fyrir utan ef þetta er ekki geymsluhúsnæði? Þannig að kannski getur formaðurinn sagt mér eitthvað meira frá því því að þetta kom mér verulega óvart. Takk. Kærar þakkir fyrir bæjarfulltrúi Margrét. Hvenær er maður geymsla og hvenær ekki geymsla? Og orðið er áfram laust fundargerðina. Guðný Birna Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég frábið mér svona málflutningi frá bæjarfulltrúum að segja hér í opinni dagskrá að tónlistarhúsið okkar verður ekki tónlistarhús. Þetta er algjör vitleysa og við erum búin að fara yfir þetta svo oft. Við erum búin að ræða þetta svo oft. Ég trú ekki að ég sé enn og aftur að koma hérna upp að ræða þetta. Hljómahöllin verður áfram tónlistarmiðstöð okkar. Það verður áfram tónlistarviðburður hérna. Það verður áfram tónlistarskóli hérna. Að segja þetta, ég á ekki til orð. Það sem verið er að skoða núna, þegar stjórn Eignasjóðs er komin í málið, eftir að Hönnur er búin að vera í svo verkefnastjóri, er það sem að þeir gera best, er að skoða, er hægt að leysa málin betur. Er hægt að skoða hlutina öðruvísi. Og þetta eru sérfræðingarnir okkar að gera það. Þetta er það sem við erum að gert með Myllubakkaskóla, með Holtaskóla, með húsin okkar. Er hægt að breyta ykkur í leiðinni eins og við erum að gera við þessa skóla. Við erum að stækka Holtaskóla í leiðinni. Við erum að bæta aðgengismál. Þetta er það sem sérfræðingarnir okkar að gera. Og í þessu verkefni hér í Hljómahöll er verið að skoða, er hægt að leysa málefni geymsluhúsnæðis betur. Að við séum ekki lengur tónlistarhús, ég veit ég á ekki til orð. Er hægt að koma þessu betur fyrir hér innan hús. Geymsluhúsnæði er í grenndarkynningu, svo það sé sagt. Eins og ég tók sérstaklega fram í síðasta bæjarráði. Það er verið að skoða að setja geymsluhúsnæði hér bak við hús, það er í grenndarkynningu, en á meðan er líka verið að skoða, er hægt að leysa þetta betur með öðruvísi hætti. Það sem sérfræðingarnir okkar gera. Þetta ég á. Takk fyrir. Kærar þakkir bæjarfulltrúi Guðný. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér er bæði ljúft og skylt að koma og fara hérna yfir nokkur atriði sem að bæjarfulltrúi Margrét spurði hér út í. Sko, eftir að ákvörðun var tekin að þá er settur saman ákveðin svona vinnuhópur sem er nú ekki launaður hópur en eitt slíkt, heldur bara með þeim sem að stýra hérna þeirri starfsemi sem verður hér saman og þar sit ég meðal annars og er bara svona að hjálpa okkur að halda utan um þetta stóra verkefni í framhaldinu. Og þessi hópur hittist síðast í gær og bara svona til upplýsingar til að svara þessu að þá er alveg fullkomlega eðlilegt. Við náttúrulega settum stjórn Eignasjóðs á laggirnar til þess að tryggja það að þegar framkvæmdir fara af stað, hvort sem það eru nýframkvæmdir eða endurbætur eða hvað annað, að við værum þá þar með hóp fagfólk sem að væri líka bara að hjálpa okkur að rýna og að tryggja það að við varum að nýta fjármuni sem best, nýta húsnæðið okkar sem best og svo fram eftir götunum. Það sem kom í ljós þegar að stjórn Eignasjóðs með sínu fagfólki fyrir að rýna teikningar er að
þau sáu möguleika á að nýta húsnæðið enn betur þegar kemur að eins og þessu að tónlistarskólinn hafði óskað eftir að það væri bætt við þær geymslu sem að fara hér á lóðina sem að eru eins og bæjarfulltrúi Guðný Birna kom hér réttilega inn á í grenndarkynningu og stendur til að setja hér á bakvið hús. Og ég veit ekki hvaða geymslu einingar bæjarfulltrúi Margrét að vísa í sem standa hér úti nú þegar, en það ekki partur af þessu verkefni. Heldur það bara í vinnslu. En það sem stóð til fyrir tónlistarskólann var að það væri vinnurými fyrir kennara utandyra. Það væri þarna að það þyrfti að fara hér út úr húsi til að fara inn í vinnurými. Og það sem kom upp í þessum umræðum hjá stjórn Eignasjóðs var að þau sáu möguleika af því að hér eru skrifstofurými innan tónlistarskólans mjög væn og það væri mögulega hægt að færa til létta veggi til þess að minnka þá aðeins einkaskrifstofur sem eru hér hjá stjórnendum og þetta allt bara, vinnan liggur í höndum stjórnenda núna, þau eru bara að rýna þessar teikningar og munu koma með endurgjöf en með því að minnka þessar stærri einkaskrifstofur og gera þá 2 minni og hafa afgreiðsluna þá þar sem hún en mögulega færa einn vegg þar en hafa áfram afgreiðsluna þar, þá eru möguleikar á að vera með alltaf held ég tæplega 40 fermetra vinnurými fyrir kennara innanhús. Og mér bara persónulega, svo lýsi minni persónulegu skoðun, finnst bara fullkomlega eðlilegt að við skoðum þetta áður en við gerum vinnurými fyrir kennara úti. En eins og ég segi, þetta voru bara tillögur sem komu, þær í vinnslu og það eru bara öll meðvituð það. Það engin einn að taka hérna bara einhverja loka ákvörðun, þetta bara til umræðu. Og þessi póstur fór frá deildarstjóra eignaumsýslu til stjórnenda í tónlistarskólanum og sviðsstjóra þeirra og þar það og við væntum þess að fá svör núna fyrir föstudag. Þannig að ég segi aftur, við settum ábyrgð á stjórn Eignasjóðs að tryggja það að við værum að fara vel með fjármuni, við værum að nýta húsnæði með sem bestum hætti og þetta bara partur af því. Og af því að það talað að hér hafi ekki verið setti fjármunir í þessa breytingu við vissum að verkefni væri að dragast, það ekki rétt. Í fjárfestingaáætlun sem liggur fyrir núna þessu fundi og var farið yfir í bæjarráði í síðustu viku að þar kemur skýrt fram að það voru færðar af þeim fjármunum sem var búið að samþykkja núna þessu ári sem ekki hefur tekist að nýta í fjárfestingar eða verkefni eða því að það dróst bara að fá gögnin frá arkitektum að þá eru 70 milljónir í þetta verkefni á næsta ári. 75 með þess að ég fekk handabendingu hér frá fjármálastjóra utan úr sal. Þannig að verkefni fjármagnað, það unni í góðri samvinnu, auðvitað eru öll ekki alveg sammála og það oft erfitt að gefa líka af sér. En við höfum trú á þessu verkefni, við erum að leita leiða til þess að gera þetta í góðri samvinnu við öll sem hér verða. Fundur síðast í gær, svör berast á föstudaginn það hvort við getum ekki fært vinnuaðstöðu kennara tónlistarskólans inn í hús sem mér þykir bara fullkomlega eðlilegt. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það má nú svo sem nota ýmis orð og rifja upp hvernig umræðan hefur snúist hljómahöllin okkar og mér minnisstætt að við höfum talað menningarmiðstöð, við höfum fleygt fram orðinu samfélagsmiðstöð þar sem að tengja mætti meðal annars samgöngur, almenningssamgöngur við staðsetninguna. Þannig að það ekkert skrítið að maður velti fyrir sér tónlistarmiðstöð, tónlistarhöll, hvað verður það? En það ljóst að ráðist var í verkefnið og ráðinn verkefnastjóri og mér langar bara aðeins að koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Halldóra fyrir að koma inn á hérna rétt áðan að auðvitað var settur saman vinnuhópur starfsfólks og mér finnst nú bara ekki tiltökum mál að starfsfólk sveitarfélagsins sem stýrir þeim stofnunum sem hér eiga í hlut sé ekki að fá auka greiðslur af því hún tók það nú sérstaklega fram að þetta hafi verið ólaunaður starfshópur. Svo spurning sem við erum að varpa hérna fram
snýr ekki síst að því sko, hvers vegna voru fulltrúar Eignasjóðs ekki hafðir með í ráðum frá upphafi þar sem að ljóst var mjög fljótlega að gera þyrfti breytingar á húsnæðinu og það kannski sú ábending sem að maður er að velta fyrir sér, þú veist, hvernig vinnum við svona verkefni, það var ljóst bara frá fyrstu hugmyndum að gera þyrfti ákveðnar breytingar, þannig að maður veltir fyrir sér hvers vegna fulltrúum Eignasjóðs hefði ekki verið boðið fyrr og það hefði kannski mátt koma í veg fyrir tafir og einhvern svona misskilning eða útfærslur sem ekki henda. Takk. Kæra þakki fyrir bæjarfulltrúa Helga Jóhannu. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bara svara þessu létt og laggott. Það er bara fullkomlega eðlilegt að Eignasjóður taki við verkefnum sem búið er ákveða að fara í. Þannig að svo ég svari þeirri spurningu. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, þarna er að velta fyrir mig hvað. Ég átt svo erfitt með að skella ekki upp úr því að ég var ekkert að, þú veist, ég nenni ekki að ræða þetta bókasafnsmál. Þið eru bara búin að ákveða þetta og ég skil ekki þessa reiði hérna. Það er bara, ég kalli þetta tónlistarhöll, þetta var tónlistarhöll og ég er búin að segja þetta á þér, þannig að vera orðlaus yfir því. Það er bara ykkar mál. En það sem að mig langar samt að nefna, ég er að misskila þetta, ég bara skil þetta ekki alveg. Ég bara, erum við þá, og ef ekki bara ræða þetta þá seinna, við erum sem sagt, að því að ég held þetta að væri geymslur og það stendur farið fyrir ykkur tilhugum vegna geymsluhúsnæðis, en síðan er verið að tala aðstöðu fyrir kennarana og þarna, ég held að ég þurfa að fara í hægferði í þessu máli því að ég skil ekki alveg svörinn en það er allt í lagi. Ég held að við ættum bara að ræða aðeins betur og ef verða geymslur eða ekki geymslur verður undirbúningsrými eða ekki undirbúningsrými. Þannig að það sé sagt. En það er eitt hérna annað að það kemur fram í fundargerð og þannig vinsæla ábending að hverjir eru mættir og hverjir eru boðuð forföll. Og mér finnst skrítið að Gissur Hans Þórðarson sé nefndur sérstaklega að hann hafi boðað forföll. Hann er ekki í þessari nefnd. Hann er starfsmaður, hann er ekki starfsmaður Reykjanesbæjar og hann er ekki í nefndinni. Hann er aðkeyptur aðili og þess vegna er kannski að ef hann mætir ekki ráðgjafinn inn á fundin þá er kannski óþarfi að nefna það. Það er bara að benda á þetta. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúa Margrét, fín ábending og nokkuð ljóst að við getum rætt þetta mál lengi vel áfram á þessu ári. Bæjarfulltrúi Halldóra er óskað eftir að koma upp í þriðja sinn og leyfi það, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, þakka fyrir þetta. Mér finnst bara rétt að það komi fram að í óskum starfshópsins sem að vann undirbúninginn að forvinnuna fyrir þetta verkefni að þá lá fyrir að það var að vera ósk eftir geymslurými fyrir bókasafnið, geymslurými fyrir hljómahöll og vinnuaðstöðu fyrir kennara í tónlistarskólanum og það eru þessir fermetra sem voru sendir í grenndarkynningu en okkur þótti eðlilegt og líka bara eftir að fá tillögu frá stjórn Eignasjóðs að kanna það hvort við gætum ekki fært þetta vinnurými inn í húsið. Takk fyrir þetta. Og orðið er ennþá laust fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls og þá ber ég hér fundargerðina upp til samþykktar. Þau sem samþykkt geta eru beðin að gefa merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Og næst á dagskrá er þriðja mál, fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 22. nóvember 2024. Orðið er laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur.
Ég kem hér upp undir fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 22. nóvember síðastliðnum og ætla hér að fara lauslega yfir nokkuð mál, aðalega jólamál. En fyrsta mál, það er jóladagskrá 2024. Menningarfulltrúi Reykjanesbæjar lagði fram jóladagskrá Menningarstofnunar Reykjanesbæjar og hvetja alla til að kynna sér hana á visitreykjanesbæjar.is og þá er ég einnig hvetja alla til að kíkja inn á reykjanesbæjar.is og kynna sér þar dagskrá aðventugarðsins í Reykjanesbæ en opnunar helgi hans er einmitt næstu helgi og hefst dagskrá þar á laugardaginn klukkan 14. Nú að öðru, Súlan menningarverðlaun Reykjanesbæjar fyrir árið 2024 var afhent síðustu helgi. Verðlaunin eru veitt þeim sem hafa lagt sitt af mörkum til að auðga mannlíf og menningu samfélagsins með fjölbreyttum hætti og var þetta í 28. sinn sem að Súlan var afhent. Að þessu sinni voru veitt tvenn verðlaun og voru það Danskompani, List Dansskóli Suðurnesja og Steinn Erlingsson söngvari sem að hlutu þau. Nú frekari upplýsingar verðlaunin og verðlaunahafana er að finna inn á reykjanesbæjar.is. Í lokin vil ég svo minna á að hægt er að tilnefna jólahús og jólafyrirtæki Reykjanesbæjar til 12. desember, þannig að það hafið svolít 9 daga til þess. En hægt er að fara inn á títtnefnda síðu reykjanesbæjar.is og tilnefna þau hús og fyrirtæki sem fólki finnst koma til greina. Takk fyrir gott hljóð. Bestu þakkir og það er sannarlega tilefni til að taka undir alla þær hamingjóskir sem koma þarna fram og hvetja fólk til að taka þátt í dagskráni á aðventugarðinum og orðið er laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ánægjulegt að koma hér upp að nýju undir fundargerð menningar og nú þjónusturáðs og sjá hversu metnaðarfull dagskrá og starfsemi er í menningarmálum sveitarfélagsins. Það er nú ekki þess vegna sem að ég kem sérstaklega upp á þessu sinni. Það sem að vekur athygli mína er orðalag í fundargerð þar sem stendur að auki sátu fundinn Halldóra Guðrún Jónsdóttir sviðsstjóri menningar og þjónustusviðs. Þetta kemur svolítið spánskt fyrir sjónir. Ég minnist þess ekki að hafa lesið bókunni eða fengið tilkynningu þess efnis að Halldóra Guðrún hafi verið ráðin sviðsstjóri menningar og þjónustusviðs og hvað þá séð auglýsingu þar Þannig að ég leyfi mér að varpa hérna fram fyrirspurn til þeirra sem geta svarað. Hvernig hvort þetta sé ritilla eða hvort að við séum búin að ráða sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs. Takk. Takk fyrir þetta, Helga. Og það er hér ábending fundargerð. Orðið er laust fundargerð menningar og þjónusturáðs. Bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Eins og við vitum þá lét fyrrum sviðsstjóri menningar og þjónustusviðs af störfum núna fyrr á þessu ári og eins og hefur verið rætt oftar en einu sinni og tvisvar í bæjaráði að þá er ekki búið að ráða í stöðu sviðsstjórans. Það var tekin ákvörðun það að tímabundið myndi Halldóra leysa þessa stöðu þangað til að væri búið að taka ákvörðun það hvort það ætti að ráða í stöðuna nýju óbreytt eða hvort það ætti að gera breytingar á stöðunni með einhvers konar skipulagsbreytingum eða hvað. Og svo ákvörðun liggur bara hreinlega ekki fyrir. Takk fyrir. Og eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð menningar og þjónusturáðs? Svo er ekki. Þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta erum við svolítið spennum að gefa merki. Fundargerðin er samþykkt 11.0. Fjórða mál fundarins er fundargerð sjálfbærniráðs frá 29. nóvember síðastliðnum og orðið er laust. Já, það er bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að taka upp gleraugun í ljósi meðaldurs. Ég er hér kominn til að fara yfir fundargerð sjálfbærniráðs.
eitt svona stærsta mál á fundinu var fyrsta mál á dagskrá sem var hvernig við ætlum að ráðstafa fé sem eftir stendur á þessu fjárhagsári og við eyddum töluvert miklum tíma í að fara yfir það með ráðgjöf sjálfbærni fulltrúa Reykjanesbæjar og tekin var ákvörðun að fara kannski einna helst í, við vorum að tala nokkrar flokkunartunnur, útitunnur sem við höfum nú þegar verið að kaupa í samráði við ungmennaráð og áherslur ungmennaráðs til okkar í bæjarstjórn og auk þess að fara í skjólvörn eða undirbúning á skjólvörn í kringum söfnunargáma bæjarins. Svo fór formaður ráðsins yfir heimsókn til Finnlands sem hefur áður verið rætt hérna á fundinum. Já, og síðan var það eins og við ræddum líka á síðasta bæjarstjórnarfundi áætlun meðferð og flokkun úrgangs í samstarfi við Reykjaneshöfn sem var þarna á þessum fundi í rauninu bara verið að loka verkefninu og afgreiða til fullnustu hjá okkur. Að því loknu fórum við töluvert yfir kosningar og fyrirkomulag. Við höfum rætt töluvert mikið í ráðinu hvernig við getum bætt kjörsókn og núna nýafstaðnar alþingiskosningar kannski gefa okkur ennþá meira fóður til þess að ræða í ljósi þess að svona almenn umræða var töluvert öðruvísi núna eftir þessar alþingiskosningar miðað við síðustu sveitarstjórnarkosningar þar sem kjörsókn var talsvert lakari og mögulega að finna einhverjar upplýsingar og einhverjar vísbendingar sem við getum lært af. Ég sjálfur hef verið svolítið talsmaður þess að við sem sveitafélag eða stjórnvöld yfir höfuð þurfum við kannski að fara í einhverja hálfgerða auglýsingaherferð og kynningarátak sem væri kannski líka áframhaldaði sem hefur verið í vinnslu bæði í grunnskólum og framhaldsskólum með skuggakosningum og slíku. En ég held við þurfum bara að halda áfram mikilli vinnu og ég held við séum ekkert að fara að sjá endilega ávöxtin af því í næstu kosningum eða þarnæstu. Ég held að það sé eitthvað sem langtíma verkefni sem við munum sjá á næstu 20 árum vonandi svona stígandi bætingu vonandi. Já. Fleira var það ekki held ég. Bestu þakkir. Og orðið laust fundargerð sjálfbærniráðs. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Ég ber því fundargerð sjálfbærniráðs frá 29. nóvember síðastliðnum upp til samþykktar, þau sem samþykkt geta. Og fundargerðin samþykkt 11:0. Og nú komið að umræðu og afgreiðslu 5. mál sem mannréttindastefna Reykjanesbæjar fyrri umræða og til að fylgja aðeins málinu úr hlaði áður við gefum orðið laust mun Valgerður Björk Pálsdóttir bæjarfulltrúi taka til máls. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla að fylgja þessu máli úr hlaði þar sem ég fulltrúi bæjarráðs í stýrihópi barnvænt sveitafélag. En þessi mannréttindastefna og aðgerðaáætlun einmitt hluti af aðgerðaáætlun Reykjanesbæjar til þess að hljóta nafnbótina barnvænt sveitafélag sem stefnt að því að fá snemma á næsta ári. Ferlið við mótun mannréttindastefnunar hófst árið 2023 og byggði á undirbúningsvinnu Aðalheiðar Óskarsdóttur sem verkefnastjóri barnvæns sveitafélags. En vinnan fól í sér rýni á mannréttindastefnum annarra sveitafélaga og stofnana í samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Íslands. Í apríl sama ár var haldinn opinn vinnufundur hér í Hljómahöll þar sem áhugasamir íbúar gátu tekið þátt. Á vinnufundinum var fjölbreyttur hópur þátttakenda sem samanstóð meðal annars af fulltrúum ungmennaráðs, öldungaráðs, notendaráðs fatlaðs fólks, Rauða krossins og heimskvenna sem og okkur nokkrum fulltrúum í stýrihópnum.
Á dagskrá fundarins var yfirferð á helstu stefnum sveitarfélagsins í tengslu við heimsmarkmið og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þátttakendur unnu í hópum og ræddu lykilatriði eins og virðingu, jafnrétti og fjölbreytni og úr hópavinnunni voru dregin fram þemu sem urðu leiðarljós mannréttindastefnunnar, orðræða, aðgengi, fjölbreytni og virkni. Mannréttindastefnan hefur síðan farið í umsagnaferli hjá öllum nefndum og ráðum bæjarins og annaðhvort var brugðist við athugasemdum með breytingum á stefnunni eða áætlað að setja inn í næstu aðgerðaáætlun. Það stendur að vísu hvergi hversu oft á að gera nýja aðgerðaáætlun en ég mæli með því að það verði jafnvel sett inn í aðgerðaáætlunina texta eftirfylgni með aðgerðaáætlunni og plan hversu oft skal endurnýja áætlunina. Þetta er þá hægt að skoða á milli umræðina af því að þessi mannréttindastefna fer hér í gegnum 2 umræður í bæjarstjórn en ég hef sent verkefnastjóra Barnvæns sveitafélags þessar vangaveltur mínar. Fram kemur þó í gögnunum okkar að stefnan skuli sjálf vera endurskoðuð á 5 ára fresti. Stefnan byggir á grunngildum virðingar og jafnréttis og hefur að markmiði að tryggja mannréttindi allra íbúa sveitafélagsins óháð kyni, kynhneigð, aldri, fötlun, trúarskoðunum, uppruna eða þjóðerni. Hún leggur áherslu á að skapa fjölbreytt og aðgengilegt samfélag þar sem öll geta tekið virkan þátt á jafnréttisgrundvelli. Stefnan tekur mið af alþjóðlegum skuldbindingum Íslands og inniheldur skýra aðgerðaáætlun sem stuðla að þessum markmiðum. Tilgangur mannréttindastefnunnar er að tryggja að samfélagið okkar verði í fararbroddi þegar kemur að jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Hún er hönnuð til að veita stofnunum bæjarins skýran ramma í stefnumótun og þjónustu og auka meðvitund mikilvægi mannréttinda og fjölbreytni. Ég ætla aðeins að fjalla stuttlega aðgerðaáætlunina sem fylgir með stefnunni en hún er afmarkað skjal sem miðar að því að tryggja jafna meðferð, koma í veg fyrir mismunun og efla mannréttindi í öllum þáttum þjónustu og stjórnsýslu bæjarins. Hún leggur áherslu á að tryggja jafnrétti í launum og kjörum. Jafnframt er markmiðið að efla lýðræðislega þáttöku íbúa með því að bjóða fjölbreyttar leiðir til að taka þátt í málefnum sem varða þá og hafa áfram tölfræðilegar upplýsingar íbúasamsetningu aðgengilegar á vefnum. Fræðsla mannréttindi er einnig lykilatriði áætlunarinnar þar sem stefnt að því að þróa réttindafræðslu fyrir starfsfólk sveitafélagsins og koma á reglulegri fræðslu í leik- og grunnskólum. Með þessu er horft til þess að auka meðvitund og skilning á mannréttindum hjá öllum aldurshópum samfélagsins og einnig felur áætlunin í sér átak til að skapa fleiri störf fyrir fólk með fötlun og tryggja þeim jafna möguleika á vinnumarkaði. Viðbragðsáætlanir vegna eineltis, kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni eru hluti af þessari áætlun þar sem áhersla er lögð á að tryggja skýra verkferla til að bregðast við slíkum málum. Kynning á mannréttindastefnunni sjálfri er svo mikilvægur hluti af áætluninni þar sem bæði íbúar og starfsfólk sveitafélagsins munu fá upplýsingar efni hennar og markmið og hlakkaði til að fylgjast með því. Þakka fyrir þessa góðu innkynningu á málinu og orðið er laust mannréttindastefnu Reykjanesbæjar og við erum í fyrri umræðu. Það hef ekki bæjarfulltrúi óskað eftir að taka til máls og þau sem samþykkt geta að vísa mannréttindastefnu Reykjanesbæjar til síðari umræðu sem verður þá þann 17. desember næstkomandi eru vinsamlega beðin að gefa merki. Og það er samþykkt 11.0 að vísa stefnunni til seinni umræðu. Og nú fara leikar að æsast. Því við erum að fara í 7. mál fundadagskrár sem er gjaldskrá Reykjanesbæjar 2025. Og til að fylgja henni úr hlaði vill ég biðja bæjarstjóra Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttir að stíga hér á stokk. Virðulegi forseti. Já, ég ætla bara að fara hér stuttlega yfir tillögu gjaldskrá fyrir næsta ár 2025 sem liggur hér fyrir til samþykktar en hún hefur verið til meðferðar undanfarnar vikur og gjaldskráin verður aðgengileg á VF Reykjanesbæjar fyrir íbúa sem vilja kynna sér hana betur eftir að hún verður hér tekin til afgreiðslu. Það sem kannski ber helst að nefna er að útsvarshlutfall er óbreytt og engin breyting er á milli ára í fasteignasköttum, fráveitugjaldi, lóðarleigu eða úrgangshirðu sem var nýtt orð sem við lærðum hérna í fyrra.
En í öðrum liðum sem flokkast undir þjónustutekjur eru breytingar almennt 4%, en sumi liðir haldast óbreyttir, eins og almenningssamgöngur, menningarkort, ákveðin þjónusta innan bókasafnsins og aðgangseyrir í DÚS safnahús, svo eitthvað sé nefnt, en aðgangseyrir í Hljómahöll verður hins vegar felldur niður. Gjaldskráin hækkar því 4%, en þó nokkri liðir, eins og hér áður sagði, haldast óbreyttir. En virðulegi forseti, ég legg til að eftir umræður að gjaldskráin verði borin upp til samþykktar. Orðið er laust gjaldskrá Reykjanesbæjar 2025. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar, kannski bara örsnöggt málefni gjaldskrár Reykjanesbæjar. Þetta er skynsamlegt, tel ég að mínu mati. Þetta er hófleg hækkun og hef ég rætt við aðra sveitarfélagafulltrúa víðsvegar landið þar sem að gjaldskrárhækkanir þeirra eru svipaðar eða frá 3,5% og upp úr, þannig að við erum svona á pari við önnur sveitarfélög. Við fögnum því að almenningssamgöngur hækka ekki, þannig að það er margt skynsamlegt í þessu og leggjum við því blessun okkar við þessa gjaldskrárhækkun. Takk. Takk fyrir. Orðið er laust gjaldskrána. Þeir sem samþykkt geta gjaldskrá Reykjanesbæjar 2025 eru einstaklega að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og úrgangshirða orðin först í sessi hjá okkur. Það er áhugaverða orð. 7. og síðasta mál þessa fundar er umræða fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028. Þetta er seinni umræða og ég vil bjóða Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur bæjarstjóra að koma hér í ræðustól og fylgja umræðinu úr hlaði. Já, virðulegi forseti. Ég ætla nú ekki að fara hér yfir áætlunina aftur því ég fór vel yfir forsendur og einstaka liði hér á síðasta fundi þegar við tókum fjárhagsáætlun til fyrri umræðu og það hafa ekki orðið neina breytingar á milli umræðna fyrir utan þau 3 atriði sem ég nefndi hér í fyrri umræðu sem voru þá leiðrétt í forsendum sem breyta fjárhagsáætluninni ekki tölulega en það var að uppfæra íbúafjölda, gatnagerðargjöld og að hækkun í gjaldskrá sé 4%. En ég ætla aðeins að fara hérna yfir fjárfestingaáætlunina fyrir árið 2025 en þar ber helst að nefna að gert er ráð fyrir fjárfestingum í ýmis verkefni fyrir 145 milljónir króna. Áframhaldandi uppbygging er áætluð á Myllubakkaskóla fyrir 820 milljónir, áframhaldandi uppbygging í Holtaskóla fyrir 430 milljónir og aðrar framkvæmdir á húsnæði grunn- og leikskóla og skólalóða fyrir 228 milljónir. Eins er gert ráð fyrir byggingu nýs leikskóla í Dalshverfi verði lokið á fyrri hluta árs 2025 og þar eru settar inn 150 milljónir til að ljúka því verkefni. Gert er ráð fyrir að grunnfjárfesting fráveitu verði 150 milljónir króna, fjárfestingar Reykjaneshafnar 237 milljónir króna og að Tjarnagata 12 hefji næsta áfang á breytingum í ráðhúsi Reykjanesbæjar að Tjarnagötu 12. En við gerum því ráð fyrir fjárfestingum fyrir 2 milljarða króna á næsta ári. En að þessu sögðu þá ætla ég þó að minnast aðeins aftur á helstu niðurstöður í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2025 að tekjur samstæðunar á B-hluta verða 39,7 milljarðar króna, gjöld samstæðu verða 31,6 milljarður króna, rekstra niðurstaða samstæðunar árið 2025 er jákvæð 1373 milljónir, veltufé frá rekstri samstæðuna verða 6,3 milljarðar, skulda viðmið samstæðunar verður þá í lok árs 2025 109,69%. Og ef við skoðum niðurstöðuna fyrir bæjarsjóð, þá verða tekjur bæjarsjóðs 26,9 milljarðar á næsta ári, gjöldin verða 24 milljarðar, rekstra niðurstaða bæjarsjóðs fyrir næsta ári er jákvæð 202 milljónir,
veltufé frá rekstri bæjarsjóðs árið 2025 verða 2,3 milljarðar og skuldaviðmið bæjarsjóðs verður í lok árs 2025 98,75%. Afsakið. En ég ætla að láta þetta gott heita í minni yfirferð að sinni en vil ítreka þakkir mínar til allra bæjarfulltrúa og nefndarfólks vegna vinnu við fjárhagsáætlunina en mikið og gott samstarf var á milli minni og meirihluta í þessari vinnu og ég vil líka fyrir hönd bæjarfulltrúa þakka starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir þeirra góðu vinnu og hér í salnum Regína Fanný Guðmundsdóttir fjármálastjóri ef einhverjar spurningar eru. Orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025 til 2028. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það stórt verkefni og viðamikið að setja fram og vinna fjárhagsáætlun hvers árs og því held ég þessi rétt að framkomi hérna kærar þakkir til starfsfólks sveitarfélagsins og leið að þakka þeim fyrir liðlegheit og góð svör. Það var hægt að spyrja góðra spurninga í ferlinu. Að því sögðu að þá vil ég lesa hérna upp bókun sem að Sjálfstæðisflokkurinn Umbót leggja fram fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2025. Í upphafi vilja Sjálfstæðisflokkurinn Umbót þakka samstarfi meirihlutann við vinnu fjárhagsáætlunar. Sú vinna auðvitað með áherslu meirihlutans, Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar að leiðarljósi, en þó hafa nokkur áhersluatriði minnihlutans ratað þarna inn. Núverandi meirihluti hefur nú haft rúm 10 ár til að setja mark sitt á rekstur sveitarfélagsins og fari mikinn í yfirlýsingum sínum árangur. Nú ber svo við að sú uppbygging innviða sem búið var að fjárfesta í áður en núverandi meirihluti tók við völdum fullnýtt og því farið að reyna á fjárfestingagetu sveitarfélagsins. Reykjanesbær á í miklum erfiðleikum með að standa undir fjárfestingaþörfum, svo sem að ljúka við framkvæmdir við Myllubakkaskóla og Holtaskóla vegna stöðunar og ekki hægt að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir. Einnig eru mörg brýn verkefni, svo sem endurbætur á skólalóðum, ekki samkvæmt tillögu starfshóps. Ekki gert ráð fyrir hlut sveitarfélagsins í nýju hjúkrunarheimili í fjárhagsáætlun. Ekki hægt að hefja framkvæmdir við nýjan leikskóla Stapaskóla sem lofa var að meirihluta fyrir kosningar og svo mætti lengi telja. Auk þessa má nefna að nauðsynlegum viðhaldsframkvæmdum frestað, svo sem í íþróttahúsinu við Sunnubraut og á íþróttavallarhúsi Njarðvíkur. Á sama tíma ekki gert ráð fyrir frekari kostnaði við að reyna að tróða bókasafninu í okkar öflugu tónlistarhöll sem alls ekki lokið, heldur flutt á milli ára. Við teljum að kostnaðurinn við framkvæmdina sé vanáætlaður. Í fjárhagsáætlunarvinnunni söknuðum við þess að rýnt væri ítarlega í almennan rekstur og tækifæri til hagræðingar sem finna mætti þar. Og við í Sjálfstæðisflokknum og Umbót sitjum því hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og vísum í rökstuðningi til ofangreindrar bókunar og undir þetta rita Margrét Sanders Sjálfstæðisflokki, Helga Jóhanna Oddsdóttir Sjálfstæðisflokki, Guðbergur Reynisson Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir afsakið. Ég biðst afsökunar. Harpa Sævarsdóttir Umbót. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir, Bæjarfulltrúi Helga. Og orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, þetta svo fullkomlega eðlilegt. Þegar það minnihluti og það meirihluti að þá gera svona hlutir. Við erum búin að vera að vinna saman í þessu allan tíman.
við höfum hlustað á tillögur hvers annars og tekið tillit til þeirra. Flestar tillögur hafa ratað inn í vinnuna hjá okkur. Ég man ekki eftir að hafa heyrt neinar tillögur einhvers konar niðurskurð eða að við gætum hætt einhverju og byrjað á einhverju öðru eða eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla bara og það getur vel verið að ég hafi ekki heyrt það ef það hefur einhvers staðar komið fram. Ég bara man ekki til þess. Þannig að það alltaf mjög áhugavert og sérstaklega fyrir þau sem að hlusta eða munu heyra að þessi umræða átti sér stað að í vinnunni, að vinnan sjálf, í aðdraganda þess að við stöndum hér og ætlum að samþykkja fjárhagsáætlun, að samtölin á vinnufundum endurspeglast ekki í því sem sagt hér í pontu. Þannig að bara til þess að það komi líka fram, mér finnst bara mjög eðlilegt að áherslur meirihluta sem eru í meirihluta samningi, þar sem við erum búin að gefa út í upphafi kjörtímabils, að þetta það sem við ætlum að vinna að. Við setjum okkur markmið fyrir kosningar, við erum með mál, það erum við öll með, sem við segjumst alltaf að vinna að, svo þurfum við að koma saman og reyna að koma áherslunum okkar inn í meirihluta samkomulag og það skiptir engu máli hver í meirihluta. Það ef að meirihlutin væri akkurat hinum minn, skiptir engu máli. Það bara samkomulag sem gert og það það sem við ætlum að vinna að næstu 4 árin. Það loforð okkar til íbúa að við viljum gera þetta. Ég ætla bara að segja, ég hef ekki verið hér í 10 ár. Ég er búin að vera í 2,5 ár. Þannig að ég get ekki tekið neitt með mitt breiða bak. Ég ætla ekki að taka einhver ásakanir á mig að ég sé ekki búin að gera eitthvað eða sé að nýta eitthvað sem einhver annar gerði. Ég er bara með skýrt verkefni í höndunum sem að ég fekk umboð frá íbúum til þess að fylgja eftir og ég er bara að vinna því af heilum hug. Þannig að bara að það komi hér fram. Varðandi Stapaskóla 3, ég veit að við höfum ekki verið að svara bókunum en bara til þess að það sé skýrt. Það fer af stað útboð á næsta ári. Við erum með fjármagn inn í fjárfestingaáætlun. Ég held að bæjarfulltrúar ættu að kynna sér fjárfestingaáætlunina betur. Við erum með fjármagn til þess að bæta aðstöðu fyrir MFN. Og það hefur verið rætt fram og tilbaka hvernig við gætum tryggt það að við gætum bætt aðstöðuna á meðan við bíðum eftir að íþróttasvæði byggist upp. Og ég geti haldið áfram. Ég bara ætla ekki að gera það því að ég veit að það kannski ekki til neins. En bara áfram gakk, ég hlakka til á næsta ári og ég held að vera stórkostlegt fyrir íbúa í Reykjanesbæ. Kæra þakki fyrir og orðið laust og bæjarfulltrúi Margrét Sanders Kjørsdal. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þessi bókun okkar hófst á því að þakka fyrir samstarf. Þakka fyrir það samstarf sem var í góðri vinnu í samstarfi við meirihluta. Í bókuninni hvergi sagt, hvergi sagt eða baunað á meirihlutan vegna þess að það var ekki kláraður Holtaskóli eða kláraður Myllubakkaskóli eða að það var ekki að fullu sett allt fjármagn vegna skólalóða. Það hvergi verið að bauna á ykkur út af þessu. Það einfaldlega verið að segja að vegna stöðu bæjarsjóðs þá þetta ekki hægt. Ég skilu vel að svarið var annað heldur bókunin af því að þið voru ekki búin að sjá hann áður. Okkur dettur ekki í hug að segja að við getum fjárfest fyrir 6 milljarða. Það væri bara óábyrgt. Jú, við vorum með ákveðnar hugmyndir og ég veit ekki hversu oft ég hef talað það að mér finnst að við eigum að rýna í reksturinn öðruvísi. Einu sinni ári eigum við að rýna í reksturinn, síðan það framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og sviðsstjórar og starfsfólk sem fer eftir þeirri fjárhagsáætlun sem liggur fyrir. Einu sinni ári erum við að blanda okkur í rekstrarleg málefni sveitarfélagsins. Það sem við erum einfaldlega að benda á strögglið sem að við eigum við að það ekkert einfalt að reka sveitarfélag. Það það sem við erum að segja. En við erum bara búin að fá á okkur síðustu 10 ár að núverandi meirihluti sé bara búin að bjarga sveitarfélaginu en við höfum alltaf sagt þetta ströggl. Lögbundin hlutverk sveitarfélaga eru brjálæðislega mikil og við höfum erfitt að standa við þau. Ég kom upp í pontu og benti á þegar allir leikskólarnir eru komnir í gagnið
þá bætist í brjálæðislega mikill rekstrarkostnaður á þessum nýju leikskólum. Og þá sjáum við fram á mínus í niðurstöðutölu sveitarfélagsins. Þá kom fulltrúinn frá meirihluta fram og sagði að ég væri á móti því að vera með leikskóla fyrir börnin okkar. Hvernig er þetta að snúa svona út úr? Það sem einfaldlega við erum að benda á er að rekstur sveitarfélaga á Íslandi er ströggl. Ekkert annað. Þetta er mjög málefnaleg bókun og hún er jafn málefnaleg eins og við höfum komið fram í þessari fjárhagsáætlun og ég vil ítreka þakklæti til meirihlutans vegna þessara samvinnu sem hefur verið. Takk. Kæra þakki fyrir. Og orðið er laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028. Hjörtur Magnús, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er nú ekki að tala mikið en ég skil vel orð bæjarfulltrúa Margrétar. Það getur verið erfitt að reka sveitarfélag, sérstaklega þú ert með að jökla bæði lögbundinni þjónustu og síðan ert að reyna að hafa gott sveitarfélag sem þjónar sem flestum hópum. Þú ert að reyna, þetta er svolítið svona eins og að reka heimili og eiga fullt af börnum og þú vilt vera góður við öll börnin, þú vilt að allir hafi það sem allra best. En það væri líka rosalega næs að við gætum sérstaklega í ljósi samvinnunar, sérstaklega í ljósi þess að þó ég hafi nú ekki verið mikið í bæjarstjórn í gegnum tíðina, það man ég samt tímana tvennu og ég man eftir þeirri tíð þegar minnihlutinn kom þar hvergi nærri. Það væri rosalega fínt í ljósi samvinnunar og sáttahandarinnar ef við gætum kannski bara staðið saman og við gætum bara staðið saman alla leið. Af því að sérstaklega þegar það er ströggl eins og bæjarfulltrúi Margrét segir, er þá ekki bara ágætt að standa saman í strögglinu í staðinn fyrir að hlaupa undan akkurat í restina? Orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er ánægjulegt að fólk gerir high five þegar þeir fer úr ræðustól, þannig að eitthvað gerða Hjörtur rétt fyrir meirihlutann. En það er allavega þannig að við sitjum hjá, við greiðum ekki atkvæði á móti. Af hverju erum við ekki að greiða atkvæði með? Ég útskýrði það fyrir einu forystumanna meirihlutans að á síðasta ári sem þakklæti fyrir að vinna saman og við töldum að við værum að vinna heilum hug, þá ákváðum við að greiða atkvæði með. Næsta bæjarstjórn á eftir vorum við að gagnrýna ákveðinn hlut sem kom fjárhagsáætluninni sjálfum sér ekkert við og það var bara sagt, þið samþykkið þetta allt, hvað ertu að segja? Þið samþykkið þetta allt, hvað er það að segja? Við treystum okkur ekki til að standa undir því að við séum með sömu stefnu og því í öllum málum, þannig að við sitjum hjá þess vegna. Þetta er stefnumótunarplagg en við erum að styðja hvort annað í þessari erfiðu stöðu, það er rétt. En þetta er stefnumótandi plagg. Kæra þakkir og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Valgerður Björk, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það eina sem kannski situr aðeins eftir hjá mér eftir þessar umræður eru að það er talað að fá tækifæri einu svona ári til þess að rýna rosalega vel reksturinn. Ég veit ekki betur en að við höfum fengið tækifæri til þess, þannig ég skil ekki alveg, það er alltaf hægt að biðja fleiri gögn, það er hægt að biðja nákvæmari gögn sem ég hef fengið undanfarin ár og örugglega fleiri bæjarfulltrúar líka, það sem er hver einasta tala niður á hvern einasta lykil, þannig að ég hef ekkert heyrt neinar tillögur eða breytingatillögur eða neitt frá minnihlutanum, þannig ég væri alveg til að heyra ef það er eitthvað svona sem er hægt að gera betur eða það er verið að liggja okkur gögnum eða einhver skortur á tækifærum til að rýna, þá væri ég bara gjarnan til að heyra það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna, gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvort það er reynsla mín af fjárhagsáætlanagerð eða bæjarfulltrúa Valgerðar sem að skarast svona illa, en mín reynsla allavega undanfarin 20+ ár, þó sé ljótt að nefna þessa tölu, hún miðar að því að þegar að fjárhagsáætlun er gerð, þá er öllum steinum velt við. Það er endurskoðað, það er lagt mat á árangur og þann vænta árangur sem við viljum ná. Þannig að þegar við köllum á frekari rýni á reksturinn, þá er það yfirleitt lykiltækið í fjárhagsáætlanagerð á hverjum stað. Það er bara aðeins að kasta þessu fram til að reyna kannski að útskýra frekar þennan punkt okkar. Takk. Kæra þakki fyrir. Orðið er laust. Valgerður Björnsdóttir. Já, ég ger mér fullkomlega grein fyrir því, ég bara sé ekki hvar skorturinn á tækifærunum til þess að rýna þetta var. Af því að mér finnst vera að tala þannig. Af því að það eru fullt af tækifærum og hefði verið hægt að rýna bara hvern einasta litla lykil og hver einasta sviði og minnka þann eða stekkað og minnka eitthvað annað eða þannig að ég skil ekki alveg, já, ég er ekki alveg að ná því. Takk fyrir. Orðið er laust fjárhagsáætlun 2025-2028. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar. Við erum hér í fundarliðnum að samþykkja fjárhagsáætlun sem er alla jafnan athyglisverð. Þegar ég byrjaði í pólitík þá var mér sagt að það að samþykkja ekki fjárhagsáætlun var að samþykkja að vera eitthvað að henni. En við höfum eytt núna, langar með að segja, tæpum 3 mánuðum í þessa vinnu og það er mikilvægt að það komi fram. Við höfum haft mjög marga fundi, rekstrafundi, fundi fjárhagsáætlanir og nýjar fjárfestingar og hvað við getum gert. Og ég vil að það sé alveg kýrskýrt hér að þessi meirihluti fór í þessa vinnu með ytra efnahagsumhverfi Íslands í huga. Það er að segja, hér er ekki kreppa en það er ákveðin kreppulykt í loftinu eins og einhver sagði í einhverri frétt. Við höfum verið í mjög stífu vaxtaumhverfi, mjög þéttri verðbólgu. Við sjáum ákveðin teikn á lofti, bara eins og hækkun á raforku, orkuskorti, skyndilega kosningar og fleiri atriði sem okkur ber að rýna í. Þannig að þegar við sjáum það að viðhaldsþörf sem var gefin upp, tæpir 600 milljónir, framkvæmdir og öll þörf er yfir 6 milljarðar. Og þegar þú stendur frammi fyrir þessum staðreyndum sem kjörinn fulltrúi, þá getur þú gert tvennt. Þú getur tekið hátt lán og farið í alla framkvæmdir sem að bíða. Það er vissulega hægt. Eða þú getur tekið ábyrga ákvörðun, staldrað aðeins við, eitt skynsamlega en haldið áfram með verkefni sem eru aðkallandi. Það er það sem meirihluti að gera og það er það sem ég held að við bæjarstjórn værum að gera. Og það er það sem við höfum rætt ítrekka á umræddum 3 mánaða vinnufundum. Það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Margrét Sandís kom inn á að sveitarfélög ættu erfitt með að reka sig sjálf. Og við fórum á fjármálaráðstefnu íslenskra sveitarfélaga núna í haust, þar sem að framkvæmdastjórinn var með glærusýningu sem að heitir Er hallarekstur náttúrulögmál. Það er áttan við rekstur sveitarfélaga, en það segir með leyfi forseta: mikill halli hefur verið á rekstri sveitarfélaga undanfarið og skuldir hafa aukist. Nú er gert ráð fyrir að hratt dragi úr hallanum og skuldir fari lækkandi, en þarna var hann einnig með
teikningu af heildarjöfnuði sveitarfélaga frá 1998 til 2023 sem var neikvæður öll ár nema 3. Og það segir manni helling. Það segir manni það að tekjustofnar sveitarfélaga sem eru útsvar, skattur og jöfnunarsjóður stendur alla jafna ekki alltaf undir. Og það er ekkert skrítið að við heyrum mikið samtal og ákall sameiningu sveitarfélaga. Það er út af því að reksturinn er erfiður. En svo það sé sagt, í fjárfestingaráætlun fyrir næsta ár erum við búin að grandskoða hverja einustu framkvæmd. Og fyrir það vil ég færa mikla þakkir til stjórnar Eignasjóðs og umhverfis- og framkvæmdasviðs og bæjarfulltrúa sem rýndu þessa vinnu. Það verður ekki hætt við nein verkefni. Þeim verður frestað eða eitt minna í þau. Og það er gert af skynsemi og til þess að steypa okkur ekki skuldir. Og því að það er ábyrg ákvörðun og það verður ekki gert hér. Það er sérstakt að heyra bókun Sjálfstæðisflokksins og ég sá bókununa hérna hjá ritara bæjarstjórnar. Þannig að mér finnst sérstakt að sjá bókunina og hlusta svo bæjarfulltrúa Margrét Sanders koma eftir á nei, þetta er misskilningur. Þetta er bara sveitarfélag erfitt með að reka sig. Þetta er ekki það sem við vorum að segja, en hér stendur, með leyfi forseta. Reykjanesbær á í miklum erfiðleikum með að standa undir fjárfestingaþörfum, svo sem að ljúka við framkvæmdir á Melubakkaskóla og Holtaskóla vegna stöðunar og ekki hægt að ráðast í nauðsynlega framkvæmdir. Hvað meinið? Við erum með í fjárfestingaáætlun fyrir næsta ár 100 milljóna í þessi bæði verkefni. 100 milljóna. Ég skil ekki svona málflutning. Ekki hægt að ráðast í nauðsynlega framkvæmdir. Aftur, með leyfi forseta, bókun Sjálfstæðisflokks Reykjanesbæjar sem er búin að vera í 3 mánaða umræddri vinnu. Í fjárhagsáætlun vinnuna söknum við þess að rýnt væri ítarlega í almenna rekstur og tækifæri til hagræðingar. Ég á pínu erfitt með þetta, en ég vil bara fullvissa íbúum það sem eru að horfa, starfsfólkið okkar, að við erum búin að velta við hverjum steini og við mátum meirihluti Reykjanesbæjar það ábyrgt að fara ekki í mjög dýran kostnað við lán á erfiðum tíma í íslensku hagkerfi, heldur að halda áfram því sem við gætum á ábyrgan hátt og byrja þar. Og það erum við vissulega að gera. Og þessi verkefni sem voru hér nefnd eru á fjárfestingaáætlunarlistanum. Fyrirgefið, mér líður pínu eins og ég sé í útópíuna. Fyrirgefið forseti, kannski eru fleiri upplifið þetta heldur en ég, en ég undrast þetta. Takk. Kæra þakki fyrir og forseti fyrirgefur allar upplifanir, það er ekki hægt að ráða við þær. Orðið er laust og Helga Jóhanna í 3. skipti vil ég vera að koma upp til að svara þessu. Gjör svo vel. Með leyfi forseta, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ef að útskýra þarf örlítið betur fyrir bæjarfulltrúa og Guðnýju Birnu að þá er ljóst að í fjárfestingarvinnu fyrir þessa fjárhagsáætlun, að fjárfestingaráætlun að vinnu fyrir þessa fjárhagsáætlun kom í ljós að fjárþörfin voru rúmir 6 milljarðar. Þar af náðum við að setja inn verkefni í áætlun upp á sirka 1,7. Og ég tek bara undir orð Margrétar Sanders, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, hér áðan. Hvað er að því að taka það fram að hér sé þungur róður og mikið af verkefnum sem bíða og við erum ekki að ná að ráðast í nema brot af þeim? Ég skil ekki þessa viðkvæmni og mér þykir afskaplega leitt að sjá
hversu illa þetta slær bæjarfulltrúa Guðnýju en þetta eru staðreyndirnar. Já, nema við höfum verið að vinna með kolröng gögn í þessari fjárhagsáætlun mínu. Annarkvort það. Takk. Kæra þakki fyrir og orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Ég held að komi nú engum á óvart sem að sittur hann að fund hér að meirihlutinn hefur undirbúið bókun vegna fjárhagsáætlunar sem mun slá náttúrulega örlítið annan tón en hérna var í bókun Sjálfstæðisflokks og umbótar og ég ætla að fá að lesa hana upp hér. Jákvæð rekstrarniðurstaða í miklu framkvæmda og vaxtarumhverfi í Reykjanesbæ. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2025 gert ráð fyrir rúmlega 200 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu fyrir A-hluta bæjarsjóðs og tæplega 1400 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu í samstæðu A- og B-hluta. Áætlunin gerir ráð fyrir að Reykjanesbæjar skili áfram rekstrarafgangi þrátt fyrir ýmsar ytri áskoranir síðustu misseri, til dæmis vegna jarðhræringa, hárra stýrivaxta og verðbólgu. En nú eru vextir að lækka og vonir eru uppi að sú jákvæða þróun haldi áfram þar til jafnvægi er náð. Ekki sér fyrir endan á þeirri gríðarlegu fólksfjölgun sem hefur verið í Reykjanesbæ síðustu ár sem gerir það að verkum að framkvæmdaþörf er áfram mikil. Við höldum mikilvægri innviða uppbyggingu áfram á sama tíma og við leggjum okkur fram við að veita íbúum góða þjónustu og tryggjum að það sé áfram eftirsótt að búa í Reykjanesbæ. Helstu áherslur og verkefni á árinu 2025 eru til dæmis að í byrjun árs 2025 verður sundlaugin í Stapaskóla tekin í notkun og Stapasafn sem seinni hluti annars áfanga. Áætlað að bjóða út þriðja áfanga á seinni hluti ársins sem leikskólahluti Stapaskóla og hann mun rúma 120 börn. Áfram verður unnið með nefndtækan stuðning og inngildandi menntun meðal annars með því að fara í átak í að fækka börnum sem bíða eftir athugunum hjá sálfræðingum hjá skólaþjónustu og með því að byggja áfram upp sértæk námsúrræði í skólum. Innleiddar verða tillögur starfshóps bættar starfsaðstöður í leikskólum. Nýjir leikskólar við Drekadal í Dalshverfi 3 og Asparlaut í Hlíðahverfi verða tektir að fullu í notkun fyrir 120 börn hvor. Áætlað er að koma fyrir færanlegum kennslustofum í eigu sveitarfélagsins á lóðum leik- og grunnskóla þar sem brýnust þörf er til að mæta fjölgun nemenda. Áfram verður haldið með enduruppbyggingu á Myllubakkaskóla og Holtaskóla, auk annarra viðhalds- og endurbótaverkefna í stofnunum sveitarfélagsins sem falla undir fjárfestingar eignasjóðs. Fjármagn verður áfram sett í skólalóðir sem og í umferðaröryggi barna. Fjármagn er áætlað í frumhönnun grunnskóla á Ásbrú í Hlíðahverfi, undirbúningsvinna heldur áfram við uppbyggingu íþróttamannvirkja á afreksbraut á næsta ári í samvinnu við íþróttafélögin. Innflæði fjármagns í uppbyggingaverkefni og þróunareit mun renna inn í það gríðarlega stóra og mikilvæga verkefni. Unnið verður að viðhaldi í sundlaug og búningsklefum í sundmiðstöðinni, fjármagn verður sett í seinni áfanga endurnýjar tækja og búnaðar fimmleikadeildar Keflavíkur. Aðalbókasafn Reykjanesbæjar verður opnað í Hljómahöll snemma á nýju ári en undirbúningur þess í fullum gangi auk þess sem að nútímaleg uppfærsla verður gerð á sýningu Rocksafnsins. Aðstaða leikmanna knattspyrnudeildar ÖMFN verður bætt, stuðningur við heilsueflandi samfélag heldur áfram með hvatagreiðslum fyrir börn og ungmenni á aldrinum 4 til 18 ára og fyrir íbúa 67 ára og eldri. Frístundastefna fyrir íbúa öllum aldri mun verða innleidd og opnuð verða fleiri útibú fjörheima í hverfum í samstarfi við skólastjórnendur. 4 ný smáhús verða byggð fyrir íbúa með fjölþættan vanda sem verður viðbót við því 8 sem nú þegar eru til staðar, auk þess sem þjónustan verður aukin við notendur. Uppbygging á nýju hjúkrunarheimili sem stendur til að opna í lok árs heldur áfram. Reykjanesbær mun vinna áfram að innleiðingu stafrænna lausna og framfylgja markaðsstefnu bæjarins. Starfsaðstaða í Ráðhúsi Reykjanesbæjar verður bætt en húsnæði þarfnast bæði viðhalds og uppfærslu í takt við fjölgun starfsmanna og þörf fyrir vinnuumhverfi sem uppfyllir kröfur hollustuhætti og aðbúnað. Undirbúningur á uppbyggingu nýs miðbæjarkjarna á Akademíureitnum fer af stað. Uppbygging í Njarðvíkurhöfn heldur áfram sem mun stórbæta aðstöðu á svæðinu og auka möguleiku á atvinnuuppbyggingu fyrir hafnsækna starfsemi. Þessi verkefni eru einungis hluti af fjölda annara veglegra verkefna en heildarfjárfestingar í nýframkvæmdum Reykjanesbæjar verða 2 milljarðar á næsta ári. Og áfram er lögð áhersla á ábyrgan rekstur og skynsemi í vinnu við fjárhagsáætlun sem unnin var í miklu og góðu samstarfi meiri og minnihluta bæjarstjórnar
og viljum við bæjarfulltrúar þakka starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir þeirra góðu vinnu og óskum við þeim og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Og undir þetta rita bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sverrir Bergmann Magnússon, Róbert Jóhann Guðmundsson og Valgerður Björk Pálsdóttir. Orðið laust. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Mér langar til að þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir bara mjög málefnalega og góða umræðu á þessum fundi, sérstaklega þennan miklu stefnumarkandi lið sem fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar er. Og ber þá fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028 upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Og þeir sem eru á móti. Þannig að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028 er samþykkt 7-0 með atkvæðum meirihluta og fulltrúar Sjálfstæðisflokks og umbótar sitja hjá. Og þá er mælendaskráin tæmd og ekki fleira sem er að dagskrá hjá okkur í dag. Og nú er fundargerð yfirlesin og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar og ég segi hér með 687. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.